Jæja, nú höfum við öll þrjú lokið bæði til persónulega umbreyting og liðið þeim tilgang, bæði 2 námskeið hjá Starkótt. Og við erum komin saman og við okkur langar aðeins að tjá okkur vegna þess að þetta hefur verið alveg magnað ferðalag sem við öll höfum farið í. Og ég segi fyrir mig að ég eiginlega varla hef nógu góð orð til að lýsa öllu því sem ég hef upplifað og allt sem að ég hef fengið frá Starkótt skólanum. En af hverju til dæmis fórst þú af stað í? Sko, ég sá þetta auglýst á Facebook og þekkti engan sem hafi farið í þetta. En þetta einhvern veginn talaði til mér vegna þess að ég hafði upplifað oft bara í mínu starfi að það væri eitthvað meira og merkilegri kringum mig sem að ég vildi gjarnan tengjast betur og fá bæði að sjá eða upplifa. Men ég upplifði alltaf innra með mér einhverja hindranir svo að þess vegna ákvað ég að fara eftir samtal við Ölmu sem er alveg yndisleg manneskja og þá ákvað ég að fara. En þú, hvað? Ég fór náttúrulega til þeirra í Englaríkina. Já. Af því að ég hef náttúrulega alltaf heillast að englum og alltaf hafa fylgt mér svona englar og bara og tók það. Og þá þegar ég var að klára 3-4 því þá voru þær að tala að þær væri að byrja með skóla. Og mér langaði dálítið en hugsaði með mér já, ég væri alveg til í þetta. Svo fekk mér kóðan þannig til persónulega ljóskóða og hann einhvern veginn fór að vinna í mér. Þannig ég bara var komin á þann stað, ég ætla, ég skal, ég get. Já, þú fyrst kóðan áður en, já. Þannig að það bara einhvern veginn hrindi allri vinnslunni í gang hjá mér. Þú veist að tala persónulega ljóskóða sem að við fengum svo. Já. Ég fekk hann áður. Já. Og hann einhvern veginn fór að vinna svo djúpt í mér að ég bara fann þessa rosalega þörf að ég þyrfti að fara í skólan. Og bara hef aldrei séð eftir þeim degi drífa mig. Nei, en hvað með þig? Ég bara sammálaði þér, sko, það er Jú, ég var náttúrulega búin að sjá þessu auglýsingu hjá þeim og ég vissi náttúrulega Guðrún systir var búin að fara. Þannig að ég var kannski maður setti, ég var alltaf að spyrja út í þetta og svona, þannig að ég var mjög forvitin og þetta var svona kallað á mig. Og eins og segi, ég var búin með Englarík 1 og 2 og náttúrulega reykjumeistari fyrir og hef verið mikið að kenna, búin að vera í yfir 30 ár, en Englarík kallaði eitthvað á mig líka. Sem ég nota í dag, þá blanda ég svo svolítið saman og er að kenna og já, þetta er svona, þetta kallaði mig óleið og maður tók ég líka eftir leið maður var búin að ákveða að fara í skólan. Þá fann maður strax byrja einhverja breytingar. Það var strax byrja einhver vinsla. Og þetta er náttúrulega eins og segja, eins og tala líka svona blokkeringar, maður fór að, það var ýmislegt sem maður vissi að maður þurfti að vera og maður hugsaði líka bara í orðinu fylgst þessu í persónulega umbreyting. Það er eitthvað sem þurfti til, maður vissi það. Nákvæmlega, mér finnst einmitt þarna á námskeiðinu því persónulega umbreyting, það sem farið í hverja orkustöð og maður fara að kynnast engli og dreka og einhyrningi og meistara. Og vinna með þetta á þennan hátt og upplifa þvílíkan kærleik og opnu og kraft sem að maður fær að þetta er bara alveg magnað. Og þessi umbreyting eiginlega sem verður á manni, það er bara svo magnað því að maður ég er ekkert svo manneska í dag sem ég var þegar ég fór af stað. Því að ég fann að læra meira bara virða sjálfa mig og bara gjörsamlega að hafa mig í fyrirrúmi. Já. Þetta var ákveð það sem kom fyrir líka fyrir mig. Það er ákveð þessi bara byrja að virða einhver fyrir sjálfum mér eins og þetta. Ég hef alltaf verið að vinna rosalega mikið og þarna var ég sjálfur að vinna mjög mikið og var eiginlega að reyna að vinna bara yfir mig.
og þarna var bara í þessari ferli, það bara var umbreyting. Og það var til þess að rauninni að það minnkaði allt þarna hjá mér, bara hérna, ég réð ekkert við það, þeir bara hérna tóku og þetta bara breytist, sem ég er svo þakkláttur fyrir í dag. Að því núna sko er ég raunin að hafa það betra, en samt er ég ekki að vinna svona yfir mig eins og ég gerði áður. Þóttu ég hérna vinna alveg ágætlega, ég hef alltaf verið þannig, en ekki svona eins og ég var, það sem ég var bara að vinna og ég var ekki að fá neitt fyrir sjálf mig, það var bara að halda öllu uppi að því, eins og segja, maður vildi koma þegar maður var með sitt. Maður hefur verið að halda dampi í gegnum öll þessi ár, bara til þess að vera, en ekki vera samt. Því að núna er maður farin að vera til staðar, en maður var eiginlega ekki til staðar. Já, nákvæmlega, fyrir sjálfan sig og reyndar fyrir aðra. Mér finnst til dæmis þessi vinna með hjartastöðina hefur gefið mér alveg gífurlega mikið. Þennan innri kærleik til mín og ég vil nú bara segja það til dæmis bara samband mitt við mannin minn. Bara að eiga auðveldara með að gefa kærleik og til barnanna og bara samskipti almennt við fólk finnst mér einhvern ótskýrðan hátt eru auðveldari og ég stendi mig betur með sjálfur mér og mér finnst ég hvíla svo vel í sjálfur mér. Mér finnst ég svo sátt og það held ég almennt, mér finnst ég að heyrt það. Þessi innri sátt og þessi tenging við allar þessar ljósverur og náttúruverð. Það opnaði alveg nýjan heim fyrir mér. Þessi tenging við náttúruna og náttúruverur og að fara niður í fjöru eða upp á tún eða hvað sem ég þessi næring sem maður upplifa frá náttúrunni. Þetta er eitthvað sem að ég kannski, ég mér var gott að vera í náttúrunni en ég spáði ekki á þennan hátt. Og þessi næmleiki gagnvart náttúrunni hefur aukist í því. Já, bara allur næmleiki, bara alla vega. Ég finn það til mér bara í minni vinnu við heilun, hvað ég er okkur miklu næmi. Ég fann að meðla mikið meira, bara koma mikið meira og ég fann að treysta þessu skilaboð mikið betur heldur ég gerði. Já, það er eins með mig. Ég treysti því sem ég er að fá, sem að ég bara yfirleitt skellti svona aftur fyrir mig. Já, ég er að vinna með þetta, það hefur aukist traustið, ég er að vinna með traustið. Já, það er með ennþá mörgu vinsla í gangi. Já, svo er þetta, við erum komið með svo mörgu verkfæri. Við erum komið með þarna, við erum búin að kynnast okkar leiðbeinendum, okkar vendurum, við erum komið með dreka, við erum komið með alls konar ljósveru sem við getum leitað til og við getum beðið og hérna eins og þær hafa verið að hvetja okkur til að bara biðja og biðja nú stórt og þetta er eitthvað sem að ég segi fyrir mig, ég þarf að þjálfa meira með mér og hérna, þú hefur nú upplifað það að hérna, þínar óskir eru að raungerast með því að biðja, heldur betur. Og ég fæ það sem ég biðum. Bara dásalegt. Þannig að þetta er bara rosalega, rosalega svona góð upplifun að finna það að maður bara, þegar maður fer að treysta að maður fái það sem að maður biður þannig að það er bara geggjað. Það er til mig eitt sem ég er búin að læra líka því hérna, ég er nú að tala mjög þolinmóður nema gagnvart sjálfum mér og það er einmitt þetta er það sem ég er að læra í dag og ég finna að það er að koma mikið núna ég fann að sína mér meira þolinmæði og núna þarf ekki alltaf að gerast strax þetta breytingar og allt svoleiðis þannig að nú er ég fann að treysta bara og þetta komi og maður finnur að þetta er allt í vinnslu En mér finnst bara líka Alma og Rabbi þvílíkir snillingar sem þessar konur eru. Hugsa ykkur að miðla af auðmýkt og visku allir þessari þekkingu til okkar og þær eru bara svo mikla fagmanneskjur í þessu öllu. Það er alveg yndislegt. Það er alveg heiðurskilið fyrir það sem þær eru að gera fyrir samfélagið, fólkið. Já, þær eru að gera mjög góða hluti. Þannig að hérna meira heldur. Ég er bara mjög þakklátt og fara þarna á seinna námskeiðið þeim tilgang. Þá finnst mér ég hafa náð að dýpka enn betur og auðvitað bættist við þarna orkustöðvar sem að,
hafa gefið okkur mikið, er ekki sammála því? Jú. Já. Og hérna, Mér finnst vinslan bara vera eiginlega í gangi sko síðan það byrjaði. Þá finnur maður alltaf meira og meira vinsluna já, og þó hérna eins og á milli skóla ára og svona. Að þá algjörlega. maður alltaf, wow, Já, já, alveg sammála maður þessu. komið þetta. Þetta er þetta ekki Já. búið þegar maður endar, maður heldur áfram. Já. Því að maður er með þessa ljósveru með sér. Já. Og við erum alltaf með alltaf aðgang á öllu efninu. Já, Við getum farið í svo huglistu sem fylgir með og svoleiðis. Frábæra auðleyslur og hérna, já. Þannig að þetta er bara... Þannig að það er besta gjöf sem ég hef gefið mér Já. á minni þroskaleið Já. eru þessi námskeið. Já. Er Það, ég segi er þess það ekki? Já. Enda sko er ég ekkert hægtur að fara til það. Ég er að fara, núna ég englar ekki 3 og 4 að klára það. Já, og ég ætla að fara í Englaríki 1 og 2 Já. og þetta er bara, Ég ætla að bæta við mig Besta hérna gjöf. í sambandi við Englaríkina, Metrotron og Já. hérna. já, Og svo þegar það kemur þarna Kristallheilan. já, já. Og svo verður áframhald á skólanum held ég. Já, Þannig já, að Ég blir já. spenntur eftir því. Já. En hérna, Maður getur lært út lífið. Já. algjörlega, Við erum alltaf að læra. Já. heyrðu, er þetta ekki, Nei. er það enn að taka? Já, já. Nú, Þannig að hérna, ég er bara rosalega glöð fyrir mig já, með þetta námskeið. segja mér. Því að það hefur gefið mér svo rosalega mikið. Og ég svona sýni sjálfur mér orðið mikið meira mildi. Já. Og ég er bara einhvern veginn svona glaðari í bara sjálfur mér orðin aftur. Mér finnst ég líka, ég alveg þarna líka, Já. en mér finnst ég líka setja skýrari mörk, gagvart Já. öðru. Ég stend Það er ég- betur með sjálfur mér, Já. samt á mildan hátt, ég er ekki Nei, já, það er eins með og mig. hérna, og afstafa mín, gagvart svo mörgu í kringum mig hefur gjörbreyst. Já. Ha. Það er eins hjá mér. Og mér finnst hún frekar litast núorðið af kærleika en áður. Já, Það er alveg, já, það finnst mér líka. Sko, maður bara einhvern veginn er rosalega breyttur í bara öllu. Á góðan hátt. Já, og á góðan hátt. er þetta ekki bara orðið svolítið gott Já. hjá okkur? Ég held það. Ha, ef ekki bara, Takk við bara fyrir okkur. hvetjum Já. alla sem sjá þetta Já. og hafa ekki farið á þessi Að kynna sér. í þennan skóla, virkilega kynna sér þetta. Já. Það er alveg þess virði. Takk fyrir að hlusta. Já.